Það er röð hérna fyrir utan fansónið. Það alltaf gaman þegar Íslendingar sameinast svona og þá gleði. Þá mikil gleði og þetta alveg meira áttar og skemmtileg stund framundan. Leikurinn verður erfiður, ítalska liðið afar sterkt en það við nefnilega líka og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn en þetta verður hörkuleikur frá upphafi til enda og ég held að ef þú skoðar liðið bara í hverja stöðu fyrir sig þá erum við með alveg eins góða mannskap og það ítölsku. Og heimsættir í kastala þeirra þarna í Krjú í gær, hvernig var það? Það var mikil upplifun og skemmtileg. Ég þótti vænt að sjá og kom mér ekkert óvart að sjá alla þá fagmennsku sem það ríkir, metnaðinn og tilhlökkunina og ég sýndist spennustigið vera alveg hárrétt. Það var rétt blanda af gleði og gríni og svo alvöru lífsins. Það voru liðsfundur liðin og það þurfti að hlúa smávægilegum meiðslum og eymslum og þess aftar. En þetta var ein heild og allir þarna staðráðnir í að gera sitt allra besta. Fulltrúar okkar á alþjóðavettvangi. Þú varst í Hollandi fyrir 5 árum, niðurstaðan var náttúrulega vonbrigði. Verður hún ekki betri núna? Jú, við erum nú þegar búin að hala inn 1 stig hér, ólíkt því sem gerðist þá. Þetta þroskaferli. Á Evrópumótinu í Finnlandi forðum daga, þá voru nú ekki eins margir að fylgja liðinu og ekki eins mikill áhugi. Svona stígum við þetta skref fyrir skref og ég er sannfærður að nú verður það skref stigið að við förum áfram upp úr riðlinum og eftir það geta ævintýrin gerst. Ætlum að spá að lokum fyrir leikinn í dag? Já, það náttúrulega bara út í bláinn en ég leyfi mér að giska á 2-0 sigur okkar stúlkna.